á hlaupum. Ég sem sagt á leiðinni í bíó með Klöru systur og við erum að fara að sjá Bridget Jones, of course, og við erum smá seinar, þannig að það svona hens af hverju ég er að hlaupa. Og Bridget Jones þá var það geggjum mynd. Ég get bara sagt það. Það var ógeðslega góð. Ég var bara tæpa að grenja oftar en einu sinni, sko. Það var líka bara sjúklega næs að hitta Klöru. Hafa smá Galentines. Ég fekk reynda blóm frá Stokkólmi. Nú ætla ég að fara í cozy náttföt og næs. Svaka þörf fyrir að fara í ræktina, þannig að ég ætla að skella mér í það núna og já, ég veit ekkert hvað ég ætla að gera, mér langar að hreyfa mig. Mér er bara svaka hreyfiþörf allt í einu. Einn risagalli við Kársnesið, þó það sé alveg næs, að það er svart í öll gym. Vöruklassi alltaf Jesus. Vöruklassi náttúrulega í Kringlunni og Smáralind, en þú veist, það lappar enginn þangað. Mér finnst rosa næs að lappa í ræktina. Þannig maður þarf alltaf að keyra og akkurat núna á ég ekki bíl. Þannig að það er ekki mjög convenient. En ég ætla að fara í vöruklassi í Kringlunni because it's my favorite. Æfing. Ég fekk mér líka boost sem ég alveg verið búin með því ég er búin að tala við Stulla á FaceTime á Kringluplaninu í svona hálftíma. En já, ég tók bara smá hlaup á bretti og tók svo teygjuæfingar bara á gólfi, svona bara. Það var rosa basic æfing en hún var mjög næs bara. Þannig að núna þegar ég er búin að sitja hérna á bílaplaninu í hálftíma þá ætla ég að fara að keyra heim og fara í sturtu. Eins og kannski sést er ég semi-nývöknuð en ég er að fara í smá panikprjónaheimsókn til Sóleyjar, bestu minnar. I have to say, ég vona allir eigi vinkonur sem myndi leyfa manni að koma í heimsókn klukkan 10:40 á sunnudegi til að hjálpa sér að prjóna. Það er a real one. Viðurkenni on camera er þetta mjög creepy birta en þetta er mjög soothing á kvöldin. Ég gerði ekkert annað en að prjóna í dag. Bókstaflega fór til Sóleyjar og hún lagaði fyrir mig. Svo fór ég bara heim og kláraði ógeðslega mikið. En það var bara mjög kósí. Ég var bara að horfa á vlog og hlusta á tónlist og eitthvað. En ég ætla að vakna eldsnemma og fara í gym. Svo er ég að fara að gera svolítið skemmtilegt eftir vinnu en ég segi frá því á morgun. Af hverju er hárið mitt svona óvið á mótnana? Öll babyhári mín eru bara út um allt. Ok, mjög stutt innslag. Ég er sem sagt að fara að skoða bíl. Það er þetta spennandi sem ég var að fara að gera eftir vinnu. Sem er ekkert allt of spennandi, en jú, samt. Ég er búin að ákveða það, ef ég er ekki að fara að kaupa hennar bíl, þá kötta ég þetta út úr vlogginu. En ef ég kaupa hann, þá er svona pínu skemmtilegt að hafa þetta með. En ég er sem sagt að fara á bílasöluna að hitta Böðvar, kærasta systur minnar. Af því að ég ætla ekki ein í þetta verkefni. Ég er lélegasti prúttari mögulega ever.
og ætla ekki að láta spila með mig, þannig að ég tek hann með mér. Þannig að já, ég ætla að stökkva að skoða bíl. Úff. Ég get alveg sagt það að þetta var smá draining experience og eins og tónninn gefur til kynna keypti ég ekki bíl. En good things come to those who wait, held ég. Ég verð að segja, ég fór með hann í svona söluskoðun, já, annan bílinn, pröfaði 2. Fór með annan bílinn í söluskoðun og ég ætla bara að segja hér á með aldrei kaupa bíl nema að fara með hann í söluskoðun. Ég hefði getað lent í djúpum skít þarna, sko. Fingers crossed að ég verði ekki screwed over þangað til að ég fer að skrifa almennilega undir á eftir. Fingers crossed. Svo er ég að flytja þessa í dag í vinnuna. Finnst þér að hálft vlogið mitt sé alltaf hérna, en já. Ég er sem sagt að fara í vinnuna núna, klukkan er 7:30 og sko, sagði að ég geti ekki komið að sækja bílinn fyrir 4, en nú er ég orðin svo ógeðslega stressuð af því að við skrifum ekki undir í gær, af því að klukkan var bara að verða 6, að þetta verði eitthvað svona, ég fikk hærra boð í nótt eða eitthvað, þannig að allir að pray for me þó þið sjáu þetta eftir á. Jæja, saying hello from my new car. Ég get ekki lýst í hvað ég er glöð að þetta er búið. Ég er bara eftir þessa viku, sko. Það er svo stressandi að skoða og kaupa bíl. I had no clue, sko. En það er allavega búið núna og ég er rosalega sátt. Góð daginn, fredag. Ég veit ekki af hverju ég á svo erfitt með venjast mér með gleraugun í myndavélni. Ég er búin að venjast þeim í alvörinu, en mér finnst það eitthvað svo ekstra stór í myndavélni. En allavega, það er allavega komin föstudagur. Ok, klassík, myndavélin dó. Partur af familíunni er á leiðinni suður akkur núna. Þannig að ég er bara eitthvað sem ég að bíða eftir þeim. Ég er að hugsa að skjótast í Jysk og athuga hvort ég finni, voðalega er þetta eitthvað langt í burtu, og athuga hvort ég finni eitthvað svona pínu dúlleri til þess að hafa á skrifstofunni minni. Ég er sem sagt á skrifstofu með 2 öðrum og þær eru með allt svo gæðið fínt í hillunum sínum, en ég er bara með tóma hillu sem ég finnst rosalega sætt, þannig ég ætla að fara að athuga hvort ég finni eitthvað svona smá dúlleri til að setja í hilluna í Jysk. En svo ætla ég bara að fara heim í smá stund, mögulega að prjóna aðeins. Markmiðið mitt var að klára peysuna áður en ég fer til Stokkólms, þannig ég þarf aðeins að halda á spöðunum. Ég hef ekki búin að snerta það síðan síðasta sunnudag. En já, þannig nú ætla ég að skreppa í Jysk og sjá hvað ég finn þar. Það var ekki merkilegustu kaup sem ég hef gert, en ég keypti þessa gerviplöntu sem getur lífgað eins upp á hilluna mína og basic hvítan myndarama sem ég ætla að finna einhverja uppáhaldsmynd af Hrísey og setja í. Byrjum á það. Þetta verður ennþá tómlegt, en þetta verður ekki eins og ég eigi bara ekkert og enga að í lífinu. Eins og þetta lítur út eitthvað núna. En nú ætla ég aðeins að fara heim og taka bríðar áður en familjan kemur. Ég er alveg orðin við mig að vera í hælum á hverjum degi, en svona í lok dags þá er ég smá að drepast. Ég get ekki beðið eftir að koma heim. Og losa hnútinn á slæðinni af því ég var svo þreytt á því. En ég var mjög ánægð með outfit dagsins.
Really liked it. Það laugardagsmorgun og ég bara að njóta með kaffi. En í dag söngvakeppnisdagur. Við fjölskyldan, sko, ef ég ekki búin að segja það áður, þá mikilvægt að koma fram núna að fjölskylda mín rosaleg Eurovision fjölskylda. Og hefur alltaf verið. Ég hef alltaf elskað Eurovision þó það hafi örugglega komið tímabil þar sem ég reyndi að segja annað. Það gerist í öllu. En já, fjölskylda mín alveg svona ekstra mikið Eurovision og við fengum miða á úrslitakvöldið sem við höfum ekki farið á áður held ég. Ég hef alveg ekki farið. Við höfum nokkur sinnum farið á svona fjölskyldarensli en ekki úrslitin sjálf sem var ógeðslega gaman. Ég var einmitt að hugsa þannig, ég get engan veginn valið hvaða lagi ég held með. Það eru bara svo mörg góð lög í ár að ég bara að fara að mæta hana með öll plaggatinn og bara. En já, þegar fjölskyldan fyrir norðan kemur suður þá prógram. Og ég man rosa vel eftir þessu þegar ég bjó fyrir norðan af því að það svo margt sem maður þarf að gera þegar maður kemur suður. Þannig að þegar fjölskyldan kemur þá ég svolítið bara eins og pingpongkúla að elta þau í það sem þau þurfa að gera svo ég get eitt tíma með þeim. Þannig að dagurinn í dag verður svolítið svoleiðis dagur. Jæja, þá það outfit of the day. Elska Sophie scarf. Hann eitthvað svo sætur með allt. En hárið mitt eitthvað óvið í dag, ég veit ekki alveg hvað gangi. Ég sem sagt á leiðinni í Smáralindina að hitta systur mínar og einhverju fleiri. Og ég held að Patti litli frendi sé að fara að velja fermingaföt sem skemmtilegt. Já. Fleira var það nú ekki í bili. Ég átti mest kósí morgun ever. Ég var bara í svaka chilli að horfa á YouTube og hlusta tónlist og eitthvað svona naglalakka mig. Ég elska þegar maður fær svona mótna inn á milli. En nú ætla ég að hætta að babla og keyra af stað. Jæja, þá Smáralindaferð lokið. Patti frendi kom með fermingaföt. Geggja flott fermingaroutfit. Ég smá ekki að trúa því smá ekki að trúa því að hann sé líka að fara að fermast. Þessi frændsystkini mín vaxa aðeins svo hratt fyrir minn smekk. En it is what it is. Ég bara að fara heim núna að græja mig fyrir kvöldið og veit hreinlega ekkert í hverju ég á að vera. Alveg ekki neitt. Ég finn eitthvað. Þú veist, Eurovision glimmer og eitthvað en ég bara á ekki glimmerföt, sko. Ég þarf að kippa sér lag á næsta ári og vera í einhverju almennilegu glimmer outfiti. En ég keypti mér smá goodies til að hafa meðan ég að græja mig. Og já, ég ætla að keyrast það heim og reyna að finna eitthvað outfit. Jæja, við erum alveg að fara af stað. Klara systir að sækja mig en ég ætlaði bara að henda inn smá innslagi. Rosa blátt út eitthvað. En ég var að eignast nýjan all-time favorite lip liner frá NYX. En hann heitir Coffee. Það allt fjölskylda mín í svaka glimmergöllum og ég bara eins og ég sé að fara í vinnuna en it is what it is. Ég bara að peppa yfir mig. Ég hef bara ekki verið svo spennt fyrir þessu söngvakeppni in years. Við erum líka alltaf búin að vera svona með annað augað á Melody
Melody Festivalinn, þannig að söngvakeppnin var stundum kannski svona smá undir. En ég er allavega ógeðslega spennt. Það verður svo gaman. Allir búin að dressa sig svaka upp líka. Ég er enda bara frekar basic. Systir mín er komin. Let's go. Vá, hvað þú ert svalur. Við erum á síðasta skrens af því við lendum næstu í bílslys á leiðinni en... Where are you? Já, við erum að hlaupa. Nákvæmlega. Hærðu hugan minn, ég er alltaf vinur þinn. Við höfum þó hvor aðra. Stigafjöldinn sem Væt fær